Ok, velkomin í dæmi 1. Við ætlum að finna ómegildi. Ok. Hvernig finnum maður ómegildi saman? Við förum upp í FX sem verður sko besti vinur okkar. Öskra. Úps. Í þessu dæmi. Og út í að við sjáum hérna ekki, nema Ekki? ekki. Ok, við veljum hérna median. Veljum það. Og Veljum þetta töfluna. svo veljum við alla töfluna. Töfluna. Og ok. Ok. Og þá var fyrsta dæmi bara komið. Yeah. Hvernig gerum við staðarfrá? Já, hvað er megildi? Já, miðgildi. Miðgildi það er talan, skulle ég segja, sem er beint í miðjunni þegar alla tölunar eru raðar í réttri röð. Ok. Herru, þá finnum við staðarfrávik. Staðarfrávik. Við finnum út í því með því að velja hérna. S, J, D, D, E, F. Já, þarna er þetta. Sýningurinn. Og veljum alla tölunar. Allar tölunar. Og þá er þetta komið. Ok, hvað er staðarfrávik? Staðarfrávik segir okkur hversu mikið tölunar eru að breytast eða drífast frá meðaltalinu. Ok, þannig ef að staðarfrávikið er lítið þá eru tölunar mjög nálægt meðaltalinu. Já. Og svona frá ekki. Já, meðalfrávik. Ok, þá hérna förum við aftur upp styrnir okkar og veljum AVDF. AVDF. Já. Þetta er nafnið á gamla barnaskólakennarinn mínum. Ég er að grínast. Ok, þá er það 6,02. Herru, sjáðu, Gunnar. 6-7. En hvað, hérna, meðalfrávik, það skal ég segja hvað er. Já, segðu okkur. Það segir okkur hversu langt tölunar eru frá meðaltalinu að jafna þeim. Ok, snillingur. Finn þetta. Takk fyrir. Hæsta gildi, Já. já. Það væri náttúrulega hægt að fara bara í töfluna Já, en við erum ekki og velja 29, Við erum ekki en þar. við viljum ekki gera það. Við ætlum að velja max. Við viljum að velja max og velja alla tölunar sem eru í töfluna. Ég skal segja þér hvað svarið er. Þú veit hvað svarið er? Já. 29. Já. Komið núlur. Og hæsta gildi, það er náttúrulega bara talan sem er hæst Já. í töfluna. Auðvelt. Hæsta gildi. Já. Segjum svolítið. Við þurfum að bíða með spurning. Já, við ætlum að bíða með spurninguna aðeins og gera lægsta og tíðasta gildi fyrst. Við erum bara í 10 skipti. Þá gerum við AX. Mót. Móde. Svona. Móde. Og svo veljum við alla tölunar. Ég með. Og að segja hvað svarið er. Já. 17. 6-7. En hvað er tíðasta gildi? Segðu mig það. 10 skipti. Já. Segð þú með það. Ekki þú verður að segja með hvað það er 10 skipti. Það er tíðasta gildi. Það er talan sem kemur oftast fyrir í hópum og tölum. Tíðasta. Já. Já, það þýðir oftast. Jú, snillingur það mér. Líka smá íslensku kænslu í leiðinni. Ok, lægsta gildi. Það er bara Mín. lit. Það var mín. Og við erum aftur hægt að fara að leita bara töfluna, en við ætlum ekki að gera það. Nei. Því að Mér er það svo er bara skemmtilegt. leiðinlegt. Mér er Já. svo skemmtilegt. Ég hef sagt þér hvað svarið er. Ok, Það er 3. ok. Og Lægsta gildi er bara minnsta talan í töflunni. Sem er 3. Ok, Sem er hér. já, Það var meðal. já, Klára bara meðaltalið með hann. Ég geti beðið með spörun að þér. ok. Meðaltal þá fyrir við bara aftur inn í FX. Í staðinn fyrir að velja median. Þá viljum við hérna average. Ok. Veljum alla tölunar. Og viljum alla tölunar. Og að segja hvað svarið er. Já, Ég reynda veit ekki hvað svarið er. 17. það er nálega. En hvað er meðaltal? Meðaltal. Það er bara að finna miðjuna af öllu tölunum. Já, ok.
Það er geggjað. Ok, En já, fyrir nú í spunun. spennun. Það er hérna þá, Kristján, Já, þá veljum við, spennun. hæsta gildi hérna, hæsta, og mínus hérna lægsta. Uss. Hæsta mínus lægsta. Ok, Létt að muna. 26. Ok. Sko, En hvað er spunun? spennun. Já. Það er bara munurinn á stærsta og minnsta gildinu í kassasamnum, eins og varst að gera. Já. Já. 29 mínus Já. 3, 20. sem er það bara 26. Já. Það er aldrei rigning út í með. Ok. Ok, teipum smá action eða. En Við býðum aftur með fjórðungaspá og gerum neðra. fjórðunga spá. Fjórðungaspönn, Já. meinti ég, og gerum neðra. Neðra Fjórðungamark. Fjórðungamark. Þá veljum við hvort til er hana. Quartile. Nei. Quartile. Quartile. Veljum alla tölunar, Ú, en býttu aðeins, ok. skal ég segja þér. Út af því að í neðra fjórðungamark, það er Q1 neðra. Nó. Þá setjum við hérna uppi komma 1 út af Eða því, þú getur líka bara gert hvort hérna og já, eða það, eða einn já, snillingur. og þá er það svona. Já. Afra fjórðungamark, gerum það bara leiðinu og því við erum að því. Já. Þá fyrir við aftur hérna upp, veljum aftur quartile og drögum yfir allar tölunar, en aftur Nei, prófa að setja bara í hvort hérna, 3. Ok, ég skal gera það fyrir kæðum. Prófa það bara, og sjá hvað gerist. Já, ég ætla að segja. Gerir bara sjálfur að fyrir þig. Snillingur. En við gerum 3 af hverju. Út í það er fyrir efra. Já, Q3. Já. Það eru svona. Ok, létt. Kjökjö. Og svo ætlum við að gera fjórðungaspönn. Við getum gert það núna. Spunun. Spunun. Ups. Snillingur. Ok. Þá hérna veljum við efra fjórðungamark. Já. Og mínus neðra fjórðungamark. Þú ert ekki búin að segja mig hvað neðra og efra fjórðungamark er. Nei. Jesús, hvað er að mér? Heyrðu, ég skal segja þér núna. Þetta er náttúrulega svolítið það sama. Neðra fjórðungamark, það er talan sem að skilur neðstu 25% töluna. Talana. Og svo efra fjórðungamark. Getur þú svona giskaðar hvað það er þá? Ég myndi þá halda að vera efstu 25% talana. Já. En hérna fjórðungaspönn, við skulum, ég þarf að segja það líka. Hvað er að mér? Það er munur á efra fjórðungi sem er Q3 og neðra fjórðungi sem er Q1. Það er munurinn. Gekja. Já. Frávíslut vel. Já. Það er Jesús. COVID. Já. Ok, þá Jesús. Þá veljum við hérna stað frá Vík. Frá Vík. Frá Vík. Frá Vík. Frændi minn er frá Vík. Ok. Og veljum hérna niður í meðaltal. Já, og ég gerði dilt með. Ok. Snillingur. 44,88. Flott. Svo, Frændi minn er minnst það líka bara 44 ára. Frá Vík. já. Frávíkshlutfall, Kristján, ég skal segja þér hvað það er. Já, hann segir mér. Ég sé það á því hvað þú vilt vita þetta. Já. Það segir okkur hversu stórt meðalfráviki er miðað við meðaltalið í prósentum. Já. 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 Sitastig. Sitastig. Þá gerum við svona. Ég hef þó. Svega, of course. Veljum 5. Sem er alltaf 5. Já, út í að sitastig 5. Mínus hérna meðaltal.
Ok. Mismeðtal, loka sviga, deilt með staðalfráviki. Ok. Já. Komið. Þá fáum við þessi skrýtna tölu hérna sem að allir haldur að séu vitlaus, en það er það ekki. Þetta er á bara við svona. Ok, en annars er þetta dæmi bara búið. Nei, og því ég á eftir að segja hvað hitastig þýðir. Já, segðu mér. Já. Jesús. Alltaf að vera að flýta hérna dæmi. Já. Það er góð spurning. Já. Býti, ég er að hugsa. Ég veit alveg hvað þetta er. Já, segðu mér hvað þetta er. Já, ég er að fara að segja þér það. Annars ætla ég ekki á með hana. Segðu ykkur finnast sögu. Nei, ég er ekki næst. Sko, við finnum ekki hitastig. Jó, ég er að gera. Hvað segir okkur hversu mörg staðalfrávik ein tala er frá miðjunni? Ok. Þannig ef að hitastig í 0 þá er talan alveg á meðaltalinu. Takk fyrir okkur.